Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og Valsmenn mega sjálfsögðu vera stoltir að sínum mönnum, já, enda á toppnum og búin að halda það mest megnis bara út alla leiktíðina. Nú það, við ætlum að fara núna í motocrossið og línuna komin Grindvíkingurinn Aron Ómarsson, já, sem að kom heldur betur sterkur inn núna í einni bestu keppni, erfiðustu keppni í heimi. Heill og sæll, Aron. Já, komið sæll. Hvernig hefur það? Bara þokkalegt. Já, ég nú bara að velta fyrir mig hvernig óskopunum getur haft að þokkalegt eftir þessa keppni. Þú ert þessi keppni sem þú varst að taka þátt í, þetta já, ekki bara keyrt á einum degi? Nei, ekki alveg. 100 keppni og hún fer fram í Rúmeníu einu svona ári og þetta talin einn erfiðasta keppni í heimi og hún haldin af Red Bull og þetta svona partur af seríu sem Red Bull á sem haldin svona vísvegar heiminn og þetta ég held ekki 1 af 5 keppnum í sumarið og þeir vilja meina að þetta sé svo erfiðasta sem hægt að taka þátt í. Já, nákvæmlega. Og já, hvað færði til þess að keppa í svona, já, svakalega langri keppni? Það ekki gott að segja. Nei. Mér vantaði bara eitthvað nýtt til að prófa. Já, nákvæmlega. Svona að prófa ímyndslegt í genn tíðina og svona, það var bara svona spennandi. Já. Þú hefur, já, verið svolítið ekki, já, frá keppni í svolítið tíma. Það orðið svolítið síðan þú æfðir eða ekki? Jú, ég var að keppa á fullu þangað til 2010 og þá var ég búinn að vera svolítið úti, að reyna fyrir mér í atvinnumennskunni og það gekk ekki alveg upp og þannig ég ákvað bara staðan fyrir að vera að gera þetta svona einhverjum hálfum hug. Ég var búinn að vinna hérna heima og keppa í 10 árin heima, en ég ákvað bara að segja þetta gott og fara einbæta með eitthvað öðru og hef búinn að vera í pásu núna alveg í 7 ár og þá ætla þetta svona kom upp þá, hvað bara að taka þátt í því og hef búinn að vera ennum áramótin. Já, og þetta náttúrulega ekki svona, já, della sem hverfur aldrei, það nokkuð þegar maður komin í þetta sport? Nei, það voðalega erfitt, sko. Ég fekk svona pínu ógeð þarna 2010, síðast ára mitt og og bara hjólaði ekki alveg heil lengi en þetta blundar alltaf í manni og svo eftir að ég egnaðist gutta, ég með tjörra strák sem hefur alveg óbillandi áhuga á þessu líka, þá hann svona ítti mér út í þetta aftur. Þannig að þá ertu komin í þetta aftur á fullt eða? Já, það ótt að segja það. Maður gerir voða lítið annað en að hjóla þessa dagana. En já, það þú ert eða ekki að það núna ljósanótt framöndan, það eitthvað viðburður sem að, já, verður haldin þar eða ekki? Jú, það gaman að segja frá því að þetta að ég að standa fyrir ásamt nokkrum öðrum að standa fyrir keppni á höfninni í Reykjanesbæ. Já. Og það jafnframt í fyrsta skipti í sögunni sem að við fáum að keppa á torfæruhjólum innanbæjar á Íslandi og ég ætla að setja upp skemmtilega áhorfendavæna braut sem að verði svona í svona þeim stíl sem að ég var að taka þátt í úti. Fyrstu dagun sem að ég keppti hérna úti að hann fer fram innanbæjar og ég ætla að reyna að gera svona replika af þeirri braut og reyna að gera svolítið stemmingu kringum þetta og það verður mikið fyrir augað og áhorfendur geta staðið einum stað og séð alla brautina og við verðum að keyra þarna yfir gamla bíla og trétrumba og fara upp tröppur og alls konar skemmtilegt, þannig að það verður skemmtilegt að sjá hvernig það kemur út. Já, nákvæmlega, og þetta verður í fyrsta skipti segirðu sem verður keppt í þessu hérna á Íslandi? Já, við maður svona í gegnum tíðina þurftu svolítið að bara berjast fyrir viðurkenningu á þessu sporti. Það einhvern veginn var alltaf með þann stimpil á sér í gamla daga, þetta voru bara glæpamenn sem að stundu þetta sport og svoleiðis, þannig að við hefum svolítið þurft að berjast fyrir þessari íþrótta ímynd á mótorhjóla aksturinnum og þetta í fyrsta skipti sem að við fáum viðurkenningu til þess að keyra löglega innanbæjar og með leyfi frá lögreglum og yfirvöldum
og Reykjanesbæ og þannig að það verður svolítið skemmtilegt og vonandi bara að við fáum að gera það oftar. Það er kannski, ekki allir sem átt að sjá, verðaði mitt, þú ert búin að prófa fyrir að vera atvinnumæður, að verða atvinnumæður í þessu sporti, þetta er, erfiðar en að segja það? Já, þetta er náttúrulega svo mikil útgerð í kringum þetta, sko. Þú ert ekki að kaupa það bara eina íþróttatösku og skó og skreppa í sporthúsið eða út á fótboltavöll. Þú veist, þú þarft að vera með bílskur, þú þarft að vera með bíl, þú þarft að vera með krók á bílnum og kerru og þú hjólar ekkert innabæðar, þú þarft alltaf að keyra í kannski 1-2 tíma til að komast á æfingasvæðið og svo aftur tilbaka, svo þarf að, þau eru búin að æfa þá, þarf að vera heim og þrífa og laga það sem er búið, að skemma og þetta. Þannig að þetta er gríðarlega tímafrekt og mikil útgerð í kringum þetta og það hefur verið það sem er að háa okkur Íslendingum að eins líka bara með veðrið, við höfum ekki verið að ná að æfa nema kannski 6 mánuði á ári á meðan að þessi sem við höfum verið að keppa við erlendis, þeir geta hjólað allt árið. Þannig að okkur vantar svolítið okkur vantar að hjóla tíma, en við höfum verið með núna 2-3 strákar sem hafa verið erlendis við veturinn og svona fyrsta skiptilega í sögu sportsins bara sem að við erum að fara svona mikið erlendis og þeir hafa verið að gera gott úti. Meðal annars náða að kvalifæ inn í heimsmeistarakeppni og fleira sem að hefur ekki verið gert áður. Þannig að sportið er svona alltaf réttir leið. Já, það er það ekki, til þess að verða mjög góður í sporti, þarf maður ekki að byrja svolítið svona ungur til þess að allan að verða mjög góður? Jú, algjörlega, það er náttúrulega bara eins og með allt, sko, en jú, eins og allar íþróttir orðnar í dag, þetta er svo mikil geðviki í öllu saman að það er bara eins og strákarnir sem maður hefur verið að keppa við erlendi, sko, þeir hafa oft bara verið teknir úr skóla, kannski 10 ára, og eru bara í þessu allan daginn, bara að fá kennara heim einu sinni í viku og svoleið, sko, þannig að leiðum að fer, sko, frá Íslandi yfir til Evrópu og Ameríku og þá er maður komið svolítið í annan heim sem að við höfum ekki þekkt hérna heima, sko, og það er bara, það er náttúrulega bara ræktinn til svo dag með hjólirinu, þannig að, maður hoppar ekki bara á hjólið, það er ímest annað sem maður þarf að gera með þessu. Nei, nákvæmlega. En tilfinningin eftir svona langa og stranga keppni þegar náttúrulega fyrst er þetta innanbæjar, hvað var það, í 4 daga eða ekki? Jó, þessi keppnin er 5 dagar í heildinni og fyrsti dagurinn fer fram innanbæjar og þá er sett upp svona smíðabraut innanbæjar í Downtown Sibiu, heitir borgin sem þetta keppt í. Og svo keppum við 4 daga upp í fjöllunum og þá vorum við að keyra allt upp í 200 km dag í fjalllendi og það var að vera að keyra upp fossa og niður kletta og allskyns geðviki. Þannig að tilfinningin hlýtur að vera rosalega góð þegar maður kemur loksins í markið. Já, algjörlega. Það var 30, ég held að vera heitast 35 stegi hiti einu deginum þarna og við erum að fara, sko, við erum að gera frá kannski 100 metrum í sjóamáli upp í 2000 metrar hæð, flakkandi upp og niður alveg allar daginn, þannig að þetta er mikil hæðabreyting og það er mikil raki þarna og þetta er allt inn í skógi þannig að það er engin vindkæling og það er mjög algengt að það sé að vera að líða yfir fólk hingað og þangað brautina, bara vökuskortur og annað, þessi mikið vökutapp í hitanum, þannig að þetta var virkilega strembið og það var eiginlega miklu erfiðara bara að halda út daginn orkulega séð og rífa sig á lappir daginn eftir heldur nokkuð tíma að hjóla. Það var eiginlega bara fríið þegar maður var að hjóla. En sko að horfa vídeóin frá þessu, þetta er bara, maður trúir ekki hvernig í ósköpunum þið farið að þessu, að fara í gegnum alla þessa fjallvegi og fara í gegnum þessa ár og skemmtilegt. Nei, maður eiginlega trúir því heldur ekki sjálfur. Þessi hjól fara miklu meira en maður nokkuð tíman órar fyrir, sko, en og líka bara í þessum hita og annað þú ferð ekki óundirbúin í þetta, alls ekki, sko. Nei. Og það er alveg, maður þarf að hafa mikla tækni og eiginlega bara vera óhræddur líka, það er eftir að vera hræddur eða alltaf taka þátt í ykkur svona. Já, þá getur þú bara verið heima hér. Já, varst þú eini Íslendingur sem tókst þátt? Nei, við vorum reynda 4, það var ein kona sem tók þátt í með okkur
Theodóra Björk Já. og Haukur maðurinn hennar. Þau eru búin að vera duglega hjóli gegn árin heima og svo Simmi vinnur okkar sem kom með okkur líka. Við plötuðum hann með okkur. Hann er ekki búin að vera hjóla lengi, hann er búin að vera hjóla 3 ár held ég. Já. Okkur tókst að plata hann með okkur í þetta. Þannig að við vorum 4. Ég var það einu sem kláruð. Það lenti í einhverjum algjörð óvöldum og Haukur datt og rótaðist á degi 1. Hann náði ekki að klára. Nei. Þannig að það er líka náttúrulega hægara sagt en gert að bara klára það langa keppni. Maður er að hjóla kannski 6-7 klukkutíma á dag. Þannig að það er margt sem getur komið upp á. Þannig að, hvernig þannig að maður þarf að hafa þetta alveg úttöksað, maður þarf að vera góður í þjálfum fyrir þetta en hvernig með eins og, næringu þegar að keyra svona 200 km á dag í 6 klukkustundir inn? Já, það er bara eiginlega stærsti parturinn af þessu, myndi ég segja, næringin. Af því að það er svo rosalega mikill vökvaskortur og vökvatap yfir daginn í þessum hita. Og þú þarf líka svolítið að vita hvað þú ert að gera næringarlega sér. Þú þarf að vita hvað þú ert að borða og það er bara alls konar tricks í þessu sem að þú getur ekki verið að borða hvað sem er. Það er bara þannig og ég var með erlendan þjálfara sem er búin að vera að hjálpa mér undirbúinu fyrir keppnina og ég var með hann svolítið á hliðalínunni bara í gegnum alla keppnina. Hann var alltaf á standby online bara í símanum þannig að hann var svolítið á svona leiðbeinum mér hvað ég átt að borða eftir hvern dag og hvernig ég átt að hlaða fyrir næsta dag og alls konar svoleið sko, þannig að það hjálpaði mér náttúrulega gríðarlega mikið. Já, alveg. Þannig að, menn þurfa að vera duglegir í rektinni í kringu svona, en hvernig líst þér samt á núna á Íslandi? Nú erum við að eignast fullt af efnilegum köppum í sportinu. Já, það er framtíðin björt, það er ekki hægt að segja annað. Þetta er náttúrulega svolítið dýrt sport, það er ekki doldið, þetta er bara rosalega dýrt sport. Já. Og við svona fengum svolítið að kenna því náttúrulega í efnahagshruninu, sportið fekk svolítið á kjaftinn þá og það svona dalaði rosalega mikið niður eftir efnahagshruninu en það er náttúrulega eins og kannski margt annað núna, það er að rífa sig í gang aftur og það er bara, maður er búin að sjá það bara núna í ár og í fyrra mikil fjölgun, bæði bara hjólalega séð og í keppnunum hjá okkur. Þannig að þetta er svona að taka við sér aftur og já, mikið alveg virkilega gaman að sjá það, mikið ungum krökkum að koma bara alveg niður í sko hjálpardekk, 3-4 ára krakka sem eru að mæta æfingar hjá skipulegar æfingar hjá vélhjálpsíþróttaflokkunum og þannig að það er mikið að vera og bara já, framtíðin er björt. Þessu sportið okkur, það er ekki að segja það. Nákvæmlega, og alltaf að bætast við brautir? Já, það er bara, ég held að sé bara hægt orðið að keyra hringinn í kringum landið og nána stopp í hverju bræðarfélagi og hjóla í viðurkenndri braut. Já. Það er orðið alveg gífurlega mikið að brautum alls þar, allan. En eins og komst inn á áðan, þá verður keppni haldin núna í Reykjanesbæ og þetta er á ljósanótt núna þar næstu helgi, eða ekki? Jú, þetta er 2. september verður keppnin í okkur sem er laugardagur og hún byrjar klukkan 2 og stendur eitthvað fram eftir degi. Og það verður mikið af skemmtilegum þrautum og eins og ég segi, það verður mikið fyrir augað, þannig að ég bara hvet alla motorsport áhuga menn og bara alla sem að hafa einhvern áhuga á þessu að kíkja á okkur frá 2-5 á laugardeginum á ljósanótt á höfninni í Reykjanesbæ og sjá þetta klikkaða lið á þessum mótorhjólum. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt. Aron Ómarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við munum að sjálfsögðu heyrast síðan mér. Þakka kærlega fyrir og gangi ykkur sem allra bestu. Fyrir áhuga sama þá er hægt að, eða ekki kynna sér þetta inn á Facebook og fleira? Jú, við erum með alls konar grúpur og síður á Facebook og best bara Facebooka motocross með enduro. Þá fáum við upp alls konar grúpur og getið fylgst með okkur þar. Bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma. Gangi ykkur vel. Herru, takk hérlega fyrir mig. Blessaður. Bless. Já, hægt að finna allt þetta á Facebook og gott betur það, en já, við ætlum næst að fara í handboltan. Ragnarsmótið í fullum gangi á Selfossi, hófst í dag og hann er að koma sér fyrir í settunni hjá mér, þjálfari kvennaliðs Selfoss, Örn Þrastásson.